Nú, hér er ég á leiðinni í gegnum skóginn, á leiðinni upp í litla matjurtargarðinn minn og þetta eru svona 15 mínútur að labba. En maður fer upp þennan slóða hér og þá er maður komin hérna á gamlan línuveg. Og þarna er göngustígurinn út að vatni sem er hérna. Nú, þarna er göngustígurinn sem ég ætla að fara. Svo er hér göngustígur alveg í hina áttina. Og þessi þarna líka fer í aðra átt. Það er bara svona komið hring. Og þarna niður eftir fer ég þá heim. Og hér er mjög mikið plöntuúrval, eins og svona sópar sem blómstra svona fallega. Ég á eftir að tína fræin af þessum. Og skemmtilegt hérna hvernig ræturnar koma upp á yfirborðið. Sem sagt, hér eru tveimur að velja og ég tek þennan. Jæja. Trén eru bara mjög há. Mjög mikið af fuglum hér á íkornum. Og svo eru svona þvergöngustígar hér sem hægt er að fara á milli niður á hinn göngustíginn ef maður ætlar að fara niður á vatninu. Nú og hérna aftur, já, þessari barlind hérna. Og ég hef tekið ber af þessari barlind og sendt heim. Júf. Það er mjög falleg tré reyndar. En hérna er úr tvennu að velja aftur. Það er að fara hér upp yfir og þá fer maður alveg rosalega hring inn í skóginn. Ég villtist þarna einu sinni. Ég vissi ekki hvert ég var að fara. En ég vel þennan hér og það styttir leiðina þó nokkuð. Ég get líka farið hinn stíginn en það er lengra. Og hér eru burknar að spretta upp sem eftir að þekja allt hér á milli, sem er rosalega gott fyrir villt dýralíf því að þar undir lifa alls konar smádýr og fuglar og skordýr. Og rhododendron sem er mjög góður á réttum stöðum. Ég er nú alveg sammála því þegar plöntur eru að vaxa á röngum stöðum, þá má kannski kalla þær illgresi en þar sem þær mega standa og eru bara til prýði þá náttúrulega eru þær ekki illgresi. Þetta er bara
álitamál. Og gömul fallin tré. Nú, hér líka aftur úr þrennu að velja. Ég get farið þennan stíg tilbaka aftur, þá fer ég svolítið stóran krók, en enda niður frá þarna. Nú, hér lítill stígur til að fara hérna upp fyrir matjurtagarðana. Og ég ætla að velja þennan. Þá ég bara nærri því komin. Nú, hér vex brenninetla, sem að öllum líkar rosalega vel við hér. Og segja að þetta það sem gerir að verkum að það svona mikið af fiðrildum og skordýrum í Englandi. Án brenninetlunar þá væri ekki nema partur af þeim skordýrum sem eru hér. Það var bara partur af þeim hérna. Þetta alveg aðal fæðulind bæði fyrir lirfur og hérna eins bara felust að þau púpa sig þarna og fela sig. Það alltaf mikið af alls konar. Hér annar stígur sem líka fer þá upp yfir. Nú, hér eru moldvörpur. Það búa til svona hauga. Og mikið af gömlum trjám. Nú, ég ætla að fara þarna upp yfir og þarna í gegn. Og þá aftur möguleikar. Það göngustígur hérna niður eftir. Og þá færi ég í hring niður eftir þar sem að það kirkjugarður hérna niður frá og leiksvæði fyrir börn. En ég ætla að halda áfram hér, þennan stíg hér. Og þá komum við hérna, garðarnir eru þarna á bakvið. Smá. Og eins hér eru alveg rosalega gömul tré. Hér rosalega gömul eik sem örugglega 200 ára, 300 ára. Hún ótrúlega há og sver. Og á henni lifir bergflétta sem þetta þykka stóra rótakerfi utan á trénu. Nú, hérna þetta hérna tré mjög vinsælt í ræktun því að það gerir svona með ræturnar uppi. Bara man ekki hvað það heitir. En ég búin að lesa það og það býr til svona ofanjarðar rætur sem alveg rosalega fallegar. Nú, hérna aftur gömul eik sem með svona rætur hérna niður. Og ég veit ekki hvað hún há, en hún rosalega há. En þá það þessi hérna sem ég var svo hrifin af þegar ég sá hana fyrst. Nú á bergfléttan sem vex hér alveg bara fyllir greinarnar á veturnar. Þá sést hvað mikið lauf af henni. Sem sagt, þetta ræturnar, hvernig hún vefur sér utan tréð.
Nú, það er einhver búinn að saga í sundur. Þetta er ekki langt síðan því að þetta var ekki núna í vetur. Já, já, þannig að nú mun þessi bergflétta deyja og þetta er ekki nein smá. Bara sjá hérna með hendina á mér. En ég er búin að lesa það að það er óþarfi víst að vera með svona miklar áhyggjur af því að þetta drepi trén því að það er eins og þau vaxi bara saman, plantan. Enda er hún hvergi inn í þessu tré. Hún er ekkert inn í eikinni, hún er bara utan á. Og hún sýgur enga næringu frá trénu heldur er þetta bara stuðningur. Þannig að það eru ádeilumál það hvað mikil skaðsemi er af þessu. Jæja, en ég ætla að labba alla leið núna út í garðinn. Nú, ég get farið heim þessa leið. Og hérna eru gamlar hjólbörur sem ég finnst að þetta gera listaverk úr. Og sameiginlegur safnhaugur. Hér eru sem sagt matjurtargarðarnir. Nú, ég fekk leigðan þennan hérna.